Já, verið þið velkomnir áhorfendur góðir og hingað í Káa heimilið. Hér er heldur betur áhugaverður leikur að fara af stað. Káa Þór og Haukar í Ólísdeild kvenna. Leikur sem að hefur verið frestað vegna veðurs en loksins komið að þessu. Þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið, enda liðin jöfnað stigum í deildinni fyrir leikinn. Sjáum hérna einmitt stöðunni í deildinni. Valur á toppnum með 28 stig, IBVF þar á eftir 26 og áleiti góða. En við erum að horfa á liðin í 5. og 7. sætinu. Haukarnir eftir 15 leiki 10 stig, Káa Þór eftir 14 eiga því leik til góða. En þetta er skólabókardæmi 4 stiga leik. Og alveg klárt að hér verður hart barist. Og svo í kjölfarið er komið að köllunum. Káa afturhelding í 8. úrslitum bikarkeppninnar. Sæti í bikarúrslahelginni framundan hjá strákurum. Sá leikur beinni á RÚV 2 kl. 8. Annars hvetjum við alla sem geta komið í Káamili bæði á þennan leik og á kallaleikinn. Það er allt til alls hér í Káamilinu. Pizzur, hamborgarar, you name it. Þannig að það er eina vit þetta handboltaveislu í Káamilinu og matinn líka. En byrjum að kíkja á lið gestana. Haukar með virkilega skemmtilegt og spennandi lið. Og þær eru svona í dag. Númer 16 Heiðbjört Anna Guðmundsdóttir, uppalinn í Káa Þór. Gaman að sjá hana aftur hér í Káamilinu. 33 Margrét Einarsdóttir. Útileikmenn með 2 Elín Klara Þorkelsdóttir. Með 5 Ragnheiður Ragnarsdóttir. 6 Sonja Lind Sigsteinsdóttir. Með 9 Natasja Hammer. 15 er Ina Kar. Með 17 er Rakel Oddný Guðmundsdóttir. 19 Birta Lind Jóhansdóttir. Með 20 Rósa Kristín Kemp. 21 er Ester Amira Ægisdóttir. Númer 32 er Ragnheiður Sveinsdóttir. 60 Sara María Odden og þjálfari er Ragnar Hermannsson. Og þá er það lið heimamanna í Káa Þór. Númer 1, Matea Lóna. Númer 12, Sif Hallgrímsdóttir. Númer 6, Thelma Lísa Ermarsdóttir. Númer 9, Athena Ermarsdóttir. Það hefur verið yfir leikmenn Káa Þór. Þá er þar númer 1, Matea Lóna, markmaður. 12, Sif Hallgrímsdóttir, markvörður. 6, Thelma Lísa Elmarsdóttir. 9, Athena Sif Einvarsdóttir. 10, Ida Hóberg. 11, Kristín Aðalheiður. 13, Anna Þyrí. 14, Júlía Sóley. 17, Unnur Ómarsdóttir. 18, Natalía Soares. 19, Anna Marí Jónsdóttir. 23, Lídía Gunnþórsdóttir. 25, Rut Arnfjörð Jónsdóttir. 27, Hildur Lilja Jónsdóttir. 29, Agnes Svala Tryggvadóttir. 28, Sunna Katrín Hrinsdóttir og þjálfari er Andri Snær Stefánsson. Já, þakkum Stefáni Jóhansinni fyrir kynninguna Káa Þór. En alltaf verða klárt hér í dag eins og þetta er heldur betur mikilvægur leikur fyrir bæði liðin og verður virkilega spennandi að sjá hvernig þetta spilast í dag. Þessi lið hafa yfirleitt alltaf mæst í hörkuleikjum og ég held að þetta munir allan daginn ráðast á loka sekúndunum hvar stigin enda hér að þessu sinni. Nú er það mjög áhugavert að sjá uppbygginguna sem er voru í gangi Haukamegin síðustu ár og þær eru að heldur betur að taka skref fram á því vetur. Það finnst mér allavega. Og svo þekkjum við allavega öll það uppbyggingarstarf sem er í gangi hjá Káa Þór. Við mistum allavega frá byrjun síðast tímabils hafa einhverjar 12 stelpur yfirgefið hópinn og alveg eðlilegt að
úrslitin séu þá kannski ekki alveg jafn góð eins og hjá liði sem að berjast á toppnum og vinna titla. En ég held samt í heildina getum við verið ansi ánað með margt í vetur og eins og segi, það uppbyggingarstarf í gangi. Það bara þarf þolinmæði. En það held ég enginn að pæla þolinmæði í dag. Núna vilja allir bara sigur. En þetta að fara af stað. Það eru Haukarnir sem að byrja með boltan. Og allt að verða klárt. Sýnist allir í húsinu vera tilbúinir í slaginn og hundi fjölgar enn frekar í stúkunni þegar líður á þetta. En þetta verður af stað, en eins og oft áður eru flestir í stúkunni undir blaðamannstúkunni, því ekki beint í mynd. En hvað það? Þetta verður af stað, Haukarnir í fyrstu sótinni. Tvö lið sem að yfir spila fína varnarleik og góða markvörslu. Sjáum. Talandi fína markvörslu, Mattea Lonats ver fyrsta skotið og K.A. Þór kemur að staði sína fyrsta sót. Rudd frábær að færsla boltan á að vinna þarna að hressilega auka mannin, en flottu varnarleikur hjá henni. Enukar nær að stoppa Natasju, hún var í heldur betri yfirtölu þarna, en hálf klaufalt að láta stoppa sig þarna, stoppa flæða bolta. En það eins og það áfram með smjörið. K.A. Þór kemur því uppstildasókn, klippum með það fyrir Unni sem fer svo aftur í hornið. Íta á Rudd inn á línuna, gengur ekki, laus bolti og Haukarnir koma í setjavirkjuna. Fín vörn hana, bæði hjá Júlíu og Ítu, og Haukarnir þurfa að stilla upp. Frábært. Ég segi kannski alveg eðlilegt að bæði lið reynir svolítið að keyra upp hraðana, því að uppstiltu varnarleikur hjá báðum liðum góður. Og hvert einasta ódýra mark sem þú fær, það telur. Það mun telja upp í staði. En hér kemur hörku skot frá Söru Odden, en það framhjá. Bíðum enn eftir fyrsta markinu. Kemur Natalia með neglu fyrir utan. Frábær skytta og fekk hérna gott plás. Og Natalia með fyrsta markið, og það ekki lengi að svara. Virkilega gott mark hjá henni Enu. Lappa hérna innan með 1-2 og jafnar í 1-1. Þú býða aðeins eftir fyrsta markinu. En svo bara hann stuði stein í sömu sekúndum skoruðu liðin sitt fyrsta mark. Staðan 1-1 hérna. Kemur Íta hérna með henni upp. Frábært skot hjá Ítu. Já, hún hefur heldur betur komið skemmtilega inn í okkar flotta lið. Hún Íta Hauberg. Og ég hef trú á því að við séum ekki búin að sjá allt hvað hún getur. Það er ekki bara það að hún virkilega góður leikmaður, hún líka bara virkilega metnaðarfull og vill virkilega nýta tækifæri þetta fyrir norðan til að bæta sig fyrir ekkar. En Haukar hér í sókn. Og þá gult spjald á Natalíu. Já, sjáum þetta að opna hornið. Mattea ver, frákastið á Unni. Og kemur Natalia. Frábær hreyfing hjá Natalíu, hún fer í gegn og skorar. Frábærlega gert, staðan er 3-1 hérna, svo kemur hörku skot hérna fyrir utan frá Enu. Brotið á henni og 2 mínútna brottvísun.
Já, kemur Íta hérna og brottið á henni. Það er hérna að koma hérna niður í hornið á henni en fín vörn hjá Haukunum, staðan 3-2 hérna. Og kemur Natalia á Rut tilbaka. Natalia hikar aðeins og fyrir vikið. Kemur hérna flott löglastöð hjá Ennu. Káa Þór við það fá fullskipalið. Rut með hörku skot á næstöngina og skora Rut Jónsdóttir. Það er ekki slæmt að vera með Rut Jónsdóttir í sínu liði. Ásamt þeim Natalíu og Ítu hérna í Rutan. Hérna Rut, hún elskar að mata liðsfélagann sína en hún sýnir það enn og aftur að hún getur líka tekið frumkvæði þegar það þarf. Frábær hreyfing hérna hjá Elínu Klöru. Ótrúlega öflugur og flotta hliðarrengar hjá henni. Rut var nú svo sem búin að lesa í þetta en Magnús vill meina það að hún hafi verið aðeins og sein. Því er vítakasti dæmt. Enna á vítapunktinum og sú er örugg. Skorar hérna 3. mark Hauka. Staðan honum 4-3. Já, þetta fer fjörlega stað núna, mikið að mörkum. Sjáum ná mikið að halda í þetta. Sóttargrúin er búin að vera fínn hjá okkur núna. Leysingi frá Önnu fyrir boltinn hérna inn á Júlíu. Frábær vörn hérna hjá Elínu Klöru. Farið við þessu guldspjald fyrir þetta en það er svo sem ekki mikið að segja svona snemma í vörninni. Þetta klippuðu fyrir Rut með mikið plás. Losar hann á Natalíu í gegn og skorar. Já. Og í kjölfari klikkar miðjan frá Heiðbjörtu. Já, Heiðbjört strax konið markið. Virkilega fín hreyfing hérna og Rut með mikið plás, hafði vitað í að losa boltan í staðan fyrir að fara sjálf og Natalia skoraði hérna þriðja mark og laus bolti hérna. Þetta er hálf klaufalegt Mattiðan boltan fram en Elín Klara fljót tilbaka, refsar hér, kemur hratt upp, endir í Ítu og svona reyna að halda sénsinu áfram og gera það gott betur. Opna hornið og þetta er vel klára hjá Birtu Lind. Við fannst eins og við værum að ná að stoppa seinni en Haukarnir héldu bara pressunni áfram, fengu þetta fínt færi í vinstra horninu og Birta Lind gerir 4. mark Hauka 5-4. Hörku byrjun á þessu, brot hérna á Ítu. Boltinn hérna á Rut reynir að losa boltan, fær hann tilbaka og skorar. Viss heppni stimpil yfir þessu, en Rut skorar. Og kemur þessu aftur í 2 mörk. Og aftur opnar hornið og aftur er hann að klára vel Birta. Já, örugg í horninu, 2 mörk úr 2 skotum núna á skömmum tíma, minnkar í 6-5. Og aðeins rétt rúmar 9 mínútur á klukkunni. Þetta er ekki alveg byrjunin sem ég bjóst við, ég held að það er nú lægra skor. Og þetta kemur Natalia, haldinni engin bönd, virkilega vel skotið hjá henni. Ekki alveg fullu jafnvægi, þetta var rifaðan síðan en hún hélt bara áfram að skoraði. Og Haukarnir halda áfram frábæri pressu og sjáu þessa hreyfingu hjá Elínu Klöru. Alvöru standard sem hún er búin að vera að sýna í vetur. Búin að vera algjörlega frábær hjá Haukunum og það er ekki eins og séu margir sem verið að stega möguleika í þessar mögnuðu hliðarrengar sem hún hefur í sínu vopnabúri. Minnkar þetta munin í 7-6. Þetta er leysingi frá Önnu fyrir Íta upp og skorar. Þetta, hún hefur ekki neitt fyrir þessu.
Ida Hauberg, eins og ég segi, hún að koma virkilega vel inn í okkar lið og þetta gerur hún upp á sinna eigin spýtur. Elín Klara hér, nei, þarf að róa þetta. Náðu við að stoppa setjabyggjuna eða röðu miðjuna. Þær eru að keyra heldur betur upp hraðan, haukarnir. Elín Klara á Söru og laus bolti hér, endar hjá Rut og kemur boltan á Ídu, svona keyr upp völlin, setur hann á Rut, Rutin á línuna, frábærlega spila og Júlía Sóley Björnsdóttir skorar og 2 mínútna brottvísun á hana Ragnheiði. Já, virkilega vel gert hjá stelpum að halda flota og bolta og á sama tíma finnst bara vel gert hjá dómurum leiksins að leyfa leiknum að fljóta og gefa svo 2 mínútur á hana Ragnheiði í kjölfarið. Þetta er bara eins og við viljum hafa tempo á þessu en svo leikmennur refsa þegar tækifæri er á. En já, ég sá ekki alveg af hverju Margrét fór úr markinu. Alltaf að Heiðbjörn er komin í hennar stað og við býðum ennþá til fyrsta varða skotinu hjá Haukum. Heiðbjörn búinn að fá sér 5 mörk, Margrét fekk sér 4 á hann koma skiptingunni. Matthea Lónans hins vegar með 3 varin skot í marki K.A. Þórs. Búinn að fá sig 6 mörk og skyndilega munur orðin 3 mörk. Já, það er eitthvað smá klikk reynilega á rittaraborðinu. En mér sýnst að vera orðið klárt. Sigurður Hjörtur Þrastason eftirlitsdómar í dag. Þannig að það er allt upp á 10 hérna núna. Þetta er farið að stað aftur. Sjáum hvað Haukarnir gera. Og hér er boltinn dæmdur af Haukunum, ruðningur dæmdur á hana Enu og K.A. Þór getur skyndilega náð 4 marka forystu. Þá mætir Lydia Gunnþórsdóttir á miðjuna. Lydia búin að virkilega skemmtileg innkoma í meistaraflokkin. Hún var bikarmeistari með fjórðaflokki í fyrra og er ekki lengi núna að draga í sig og opna fyrir Ídu. Ída skorar sitt 3. mark í leiknum. Eins og segi Lydia sé ennþá bara 16 ára gömul. En hún spilar eins og hún sé búin að spila í eftir deild núna bara síðan við í hvenar. Og þá er aftur markmannskipti á Haukum. Þá er Margrét að koma inn fyrir Heiðbjörtu. Eins og segi, Haukarnir bíða enn eftir fyrsta varða skotinu. Fín vörn, Rut stelur svo sem bolta hérna og K.A. Þór kemur hratt á þetta en Ída þarf aðeins að hægja á þessu og við stillum upp. Lydia aftur inn á miðju. Sjáum hérna 4 tapaboltar af Haukum, 2 af K.A. Þór. Og markastan líka 0 hjá Haukunum. Og hér boltinn inn á Júlíu og Júlía klárar þetta. Vel gert hjá Ídu að koma boltanum á línuna. Og Júlía kom með 2 núna á línunni og úr 2 skotum. Staðan 11-6 fyrir K.A. Þór og þetta er að fara að líta illa út fyrir Haukana. 4 mörk í röð. Og þá eru Haukar komið fullskipalið. Erfiðu kafli manni færri hjá Haukum núna. Fín vörn á Kristínu, mætir hérna út á móti henni Natasju. Natasja núna lendir hún í Ídu, það er keppast að fá að stoppa hana.
Ja, Elín Klára á miðjunni, tegur þetta gott skot að gólfinu. Það var ekki alltaf að pröfa sig í gegn, hún líka að skora fyrir utan. Með Rödd á Ídu, Ída á Lydiu og Lydia á sensi búinn og við stillum upp. Komnar 14 mínútur á klukkuna og spurning hvenær Ragnar Hermannsson vill aðeins fara yfir þetta með sínu liði því að stelpurnar að skora næst í hverju einu sókn. Ida Hauberg að skora hérna 12. markið. Elín Klára niður í hornið og þetta nei, hún klikkar. Birta Lind eftir að hún skora fyrstu tveimur færunum sínum þá hittur hún ekki markið núna og staðan, eins og ég segi, 12-7. Fyrri hálfleikur að verða hálfnaður og mér finnst leikurinn heldur betur vera að snúast úr höndum Hauka núna síðustu mínútur. Alveg spurning að Ragnar vil ekki aðeins reyna að stoppa blæðinguna. Kemur Natalia skorar, það bara vantar algjörlega vörðuboltana hjá gestunum og aftur klikkar miðjan og þá tekur Ragnar leikhlé. Ekki nokkuð spurning. Það eina í stöðunni að taka leikhlé. Þær eru einfaldlega komnar í erfiða stöðu og spurning hvort að Ragnar get ekki náða að snúa sig eitthvað við. Vissulega tilur það ansi mikið að KA Þór er með 3 varðabolta, Haukar engan og þá eru líka KA Þór með 2 tapabolta en Haukar 4. Þetta sjáum við hérna markaskorurinn hjá KA Þór er Natalia Suárez með 5 mörk, Ida Hauberg með 4, svo er Júlía og Rödd báð með 2. Hjá Haukum Elín Klára með 3, Enakar 2 og Birta Lind einnig 2. Sjáum þetta markastöðuna, Matthea Lónals með 30% vörslu, 3 varinskot, 7 fengið á sig. Hjá Haukum það er Heiðbjört Anna með 0 en 6 mörk á sig. Margrét með 0 skotvarinn og 7 mörk á sig. Það er einfaldlega dýrt ef það vantar markastöðuna. Það er svo sem nóg eftir þessu leik, það er þá 45 mínútur eftir þessu. Við skulum ekki afskrifa markverðið Hauka strax. En við erum klára að halda áfram með það. Haukar í sókn, 6 mörkum undir. Ja, Tasja lendir hérna á Ídu sem fengið hendina á hann í andlitið og hún liggur hér eftir. Ída, þetta lítur ekki nægilega vel út. Það er hérna aðhlýningu en þetta virðist að hafa verið alvöru högg. Sýndist til að skotundin sveiflast í andlitið á Ídu eftir hún var vel að koma fram hjá henni. Það er algjört óvilja verk en þetta hefur ekki verið þægilegt. Vonum að Ída náði að halda áfram leik hérna. Það er allavega allhressilegt blóð sem hefur farið á gólfið hérna. Hvort þessi hefur blóðnað sér eða hvort þessi er nefbrot, það er ekki gott að segja. Allavega eitt er allavega víst að Ída er allavega ekki að fara að spila næstu mínútur. Vonandi verður ekki mikið meira en það. Það er að sjálfsögðu klappa vel fyrir henni. Kemur hérna út og Iðunn mun hlúa eitthvað að henni en ég segi þetta miðað við magnið af blóði sem var komið þarna á gólfið þá get ég alveg trúið að þetta væri nefbrot. Ég segi Ída búin að koma virkilega flott inn og ég er með 4 mörk skoruð ásamt stóðsendingu. Þannig að það munar ansi mikið um það ef að hún tekur ekki meiri þátt í þessum leik. Já, ég held það þetta sé nefbrot því miður. Og það er ekkert grín. Það þarf svolítið högg til þess að brjóta nefið.
Þetta er eins og verið virkilega óþægilegt og við sendum allar okkar bestu kveðjur á Ídu. En hér heldur leikurinn áfram, Haukarnir í sókn. Vonum þetta slá ekki okkar lið út af laginu. Elín hótar þarna nokkur sinnum áður en kemur hörku skot frá Enu út í stöng. Og minnka munin í 13-8. Leysir Anna Þyrí úr hægra horninu, spila með 2 línur. Natalia losnar aðeins hana og svo endan brottið á henni, fín vörn hjá Elínu. Natalia í smá vandræðum með hennar en finnur Rut á endanum. Rut, hún kokkir góð upp. Hún spila rosalega framlíkjandi núna á okkur. Það þurfa að vera hreyfanlegar. Kemur Natalia með skoti og þá kemur fyrsta varðboltinn. Það er Margrét sem tekur það. Margrét Einarsdóttir. Það er spurning hvort að hún náði ekki að klukka fleiri bolta svo í kjölfarið. Opna hornið hérna og þetta er vel klárað. Ragnheiður Ragnarsdóttir. Hún er kona á blað núna. 2 mörk eru á Haukunum. Sjáum við að munar strax það að ná vörðum bolta. Þannig að ég vonandi á stelpundan að halda dampi þó að Ída sé frá í minnstakasti í bili. Lydia með skotið í stöngina, vel gert hjá henni að komast í Ída færi en það ekki hefna alveg með sér stöngin út. Og koma Haukar aftur. Reyna átt á hornið en þær þurfa að bakka út úr þessu og stilla upp. Elín, frábær hreyfing hjá henni eftir vítakast, þannig að verða stelpur að vera klárar. Þú þarft eiginlega alltaf að hjálpa vörðin á hana. Hún er með svo ótrúlega flottar og hraðar hliðarhreyfingar hún Elín. Og sækir hérna vítakast, Enna Kar örugg á punktunum áðan. Hvað gerir hún núna? Getur Matti aftur á línu. Enna skorar. Mattea einn af mestu vítabönum deildarinnar og alveg ótrúlega nösk að verja víti aftur á línu. Sumir sem að trúa því að virki aldrei. Mattea getur nú sýnt fram á það að hún hefur nú varið ófá vítin aftur á línu. Gerðar henni ekki þarna. Staðan núna 13-10. Aþena Einvarsdóttir komin inn í lið K.A. Þórs en það er Júlía ætla að vippa þarna yfir Margréti. Margrét greip frá henni. Já, hérna. Úrvalsfærið þarna á línunni en ef þú ætlar að hausa þá þarftu að vera alveg viss að Marpari sé að selja sig. Og vel gert hjá Margréti, hún las þetta eins og opna bók. Og Haukar skyndilega í séns á að minnka inn í 2 mörk. Það er með 3 mörk í röð núna, kemur að 4 hér. Opna hornið, þetta er virkilega vel gert en boltinn í slána og Rut fær frákastið. Mjög fínt hornafæri hérna en Ragnheiður ekki með hettina með sér. Og hér kemur Natalia sleppur í gegn, setur hann framhjá. Fínt færi sem að boltinn datt vel fyrir hana en hittir ekki ramman og áfram er því markaður K.A. Þórs. Þessi bolti endar í netinu. Þetta vantar smá upp á hjá stelpunum að bara klára stöðunina. En engar síður vel gert hjá Ennu. Hún er komið 5 mörk í leiknum hérna. Staðan 13-11. Haukar 4 mörk í röð. Gott svar eftir leiklið hjá Ragnari. Þá gerir K.A. Þórs skiptingu. Mattea út og hún Sif kemur í ramman. Og hérna stelaði boltanum. Og kæruleysi þarna í Elínu. Staðan að grípa boltan bara með báðum og hafa þetta örugt. Þá reynir hún með annari og missir boltan. Og K.A. Þór nær boltanum og þá tekur Andristæð leikli.
Þetta lítið annað í stöðinni, góð staða sem stelpurnar voru í rétt áðan en marka þau í 5,5 mínútu og Haukarnir hafa heldur betur gengið á lagið. Við erum í vandræðum með þessa breyttu vörn til þeim að spila svona framalega, svona hálfgerð 4-2 vörn á okkur og svo munar þetta sjálfsögðum það líka að Ida Hauberg er farin meidd af velli og eins og ég reikna með þetta hafi verið nefbrot og hún taki ekki meiri þátt í þessum leik. Þá verða bara aðrar að stíga upp. Ida alltaf líka algjör lykilmaður í vörnir okkar og eftir að hún fór út af þá hefur aðeins vantað herslumunum að ná að stoppa Haukana og það er eiga fyrir vikið núna auðvaldar með að finna leiðin í gegn og eru að stórbæta sóknar nýtinguna sína. En þetta er fyrir aftur á stað hérna. K.A. Þór kemur aftur á stað eftir að Andri Snær hefur farið aðeins yfir hlutina. Kemur leysing frá Aþenu úr vinstrótinu. Natalia hér á Lydiu. Lydia niður í línu og þetta gerir hún Júlia frábærlega. Ótrúlega sterk. Hún Júlia nær þessu bolta og núna er ekkert laus hausrögl. Hún fyrir að geta og skorar og talandi að fara í gegn og skora. Þetta gerir Natasja Hammer mjög vel. Keirir þetta með 1-2 og hamrar boltanum í netið. Minkar til 14-12, var ekki lengi að svara fyrir sig. Natasja komin á blað, líklega að skora fleiri mörk í þessum leik. Öflug skytta hægra megin. Kemur Rut Jónsdóttir með geggjaða fintu og í kjölfarið 2 mínútna brottvísun á Ragnheiði Sveinsdóttur. Þetta er þá önnur brottvísun hjá Ragnheiði. Það veit ekki á gott fyrir Haukana að hún sé komið 2 mínútur strax eftir 21 mínútna leik. Og Haukarnir voru í bullandi vandræðum áðan manni færri. Spurning hvort við náum að nýta það aftur. Sjáum hvað setur. Það var Haukar taka ekki markmannin úr markinu. Það er ekkert auka maður. Bíó hér. Þetta er áhugaverð hreyfing hjá Ragnheiði Ragnarsdóttur og hún endanum setur boltann yfir Sif í tiltölulega þröngu færi og skorar. Já. Það var svona umbyttala gamla skólanum var að hotnamaður bara sækir á, fer í sitt færi og skorar bara. Ég hef alltaf gaman að því þegar lið setja ekki aukamannin sóknina. En það kemur Rut Jónsdóttir en hittir ekki marki, fínt færi þarna, stóru opnum með 1-2. En Rut setur boltann yfir og Haukar því að staði sóknina. Tæp mínúta eftir að brottvísuninni. Það er spurning hvort að Ragnheiður gerir bara aftur sama áðan. Það sækir boltann hérna. Nei, núna er aftur hérna klár. Opna hornið fyrir Ragnheiður í ekkert allt of öflugu færi en klárar þetta frábærlega upp í fjær. Já, minkar til 15-14. Allt annað að sjá Haukana núna. Meira þess að manni færri er að finna leiðina. Natalia á Lydiu, Lydia á Rut, reyndin í hotnið á önnu Þyri. Anna Þyri er alltaf rétt hendi í herrátinu og alltaf línumar auki, þannig að hún fór ekki inn. Lydia á Rut, Rut í gegn og fari vítið, já. Ekki nokkur spurning. Og Rut fer sjálf á punktinn. Svolítið að stíga upp núna Rut fyrir okkur sóknarlega. Og nú bara klára vítið og hún gerir það sjálfsögðu. Rut Jónsdóttir. Hennar 4. mark í leiknum og það fyrsta af vítapunktinum.
öll 3 vítin í leiknum verið nýtt til þessa, 2 hjá Haukunum, 1 á KA Þór. Og núna þegar 6 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik leiða KA Þór 16-14, sveiflur í þessu. Elín Klara opnar hornið, nei, gert ekki inn og laus bolti hérna og svona Natalia stelur, Rut keyrir upp, losar hann hérna á Önnu Þyri, Anna Þyri tilbaka. Náðu að halda pressinu uppi, frábærlega gert af Natalia Suárez Valjana. Hún sá hérna smá glufu, ákvað að nýta sér hana fullkomlega stöngin inn. Nú verði ekki stöngin inn. Og staðan 17-14, 2 mörk við KA Þór. Kemur Elín Klara hérna miðinni, keyrir á þetta, losar boltan til hliðar, fín færsla bolta en boltinn er í horni frá Natasju, ekki góður og þær tapa boltanum. Þær eru hérna búin að tapa 7 boltum í heildina Haukarnir. KA Þór 3, ekki alveg rétt af tölum sem vorum að sína þarna, en það munar nú það. Kemur Rut Jónsdóttir með frábæra hreyfingu, losar hann hér á Kristínu sem er búin að leysa. En Kristína er ekki alveg valda bolta og því fríkast niðurstaðan. Natalia losar hann á Rut og kemur Lydia. Rut með plási núna eins og öfugum megin, höndin uppi. Fyrir skarið, Natalia gerir það og hún er komin hægra megin, laumar boltanum á nærstöngina, kemur þessu í 4 mörk aftur og svo kemur frábær varinn bolti frá Sif. Fínt, virkilega fínt færi hjá Ragnheiði hana, en Sif Hallgrímsdóttir tekur frábært varið skot og hennar fyrsti varði bolti. Og KA Þór er aftur að ná að slíta sig aðeins frá. Töluvert sveiflur hérna í fyrri hálfleiknum. Með leysing frá Kristínu og Rut keyrir á þetta, losar hann á Júlíu, Júlía stígar á línuna, en dæmið byttu nú við, en dæmið tveggja þetta brottvísun fyrir bakhrinding á Júlíu. Mér fannst alltaf að dæma línu. En tveggja þetta brottvísun á Natasju Hammer fyrir að ýta aftan á Júlíu, en hann mikið þetta meira sens KA Þór færði þá fríkastið. Mér fannst þess að Magnús væri að benda á línun og dæmi að boltana af KA Þór, en svo þarf dæma tværmyndir fyrir bakhrendinguna, en það var alltaf bara vitlis í mér. Áfram með spjöri, KA Þór manni fleiri. Natalia á Lydiu, Lydia á Rut, Rut niður í hornið, fínt færi fyrir Önnu Þyri, það var frá henni eins og var. Eins og segja, Anna Þyri eru meira í hægra hornum til þess að leysa inn, sem línumæður. En engar síður vel varið hjá Margréti í rammanum, komið 3 vara bolta, er að minna aftur á sig eftir erfiða byrjun. Natalia, fyrirgeð tilbaka á hana Lydiu, en Lydia finnur ekki línuna og Haukarnir vinna boltan. Hljótum að geta fundið aðeins betri séns manni fleiri. En það er auðvitað að segja það upp í stúku. Elín lendir hérna í Júlíu og Önnu Þyri og er stoppuð. Potturinn á pannan í sóknarleiknum, hún Elín Klara. Og opna hornið, þetta er vel gert og hún er að halda sig við það. Sýta boltan upp í hornið fjær, fyrirgefi þetta nú Sonja Lind sem er komin í hornið núna, fyrirgefi. Hún gerir bara sama og hún Ragnheiði var ekki ráðan. Sýta boltan upp í fjær og sett hann eiginlega bara skeitir inn að það. Natalia reynir þetta boltan inn í hornið, gengur ekki og Kristín aðalegu lúrir hann í horninu, fær frákastið og skorar, smá heppni yfir þessu, en nú skapar henni eigin heppni. Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir komin á blað, kemur þessi í 19-15,
Þetta er svona hálf klaufalega sóknir manni fleiri. Ég myndi ekki þurfa að taka svona sensa á töpuðum boltum. En Haukar komið fullskipa línuna. Komin á línuna núna á Rósa Kristín Kemp. Elín, frábær hreyfing, sjáiði. Rut Jónsdóttur, handboltaheilan, hún er búin að lesa þetta, hún er mætt og hún á að stoppa Elínu. Við skotum það fyrir utan og þetta er vel gert hjá Inu og svo tveggja mynda brottvísun á Natalíu. Ítir þarna eftir Inu og þetta er bara línan í dag. Tveggja mynda brottvísun á Natalíu. Hennar fyrsta í leiknum. Önnur brottvísunin hjá K.A. Þór í leiknum. Og K.A. Þór hins vegar bregður þar á að fá aukamannsóttina. Þá er Anna Marí Jónsdóttir sem er komin á miðjuna. Anna Marí að koma sér aftur í takti við liðið. Hún var fyrir heimsreisu í haust. Gott upp á breiddina að fá fleiri stelpur sem hafa reynslu af því að spila í efstu deild. Hérna er Margrét að verja. Já, hann munnar heldur betur það að hún sé farin að verja bolta í rammanum, hún Margrét. Og Haukar reyna að minnka munin í 2 hér fyrir hlé. Síðustu sekúndurnar, Elín Klara opnar horni í staðinn, fínt færi, smoltir í stöngina út. Það er ennþá tími eftir. Rödd á Anna Marí, tíminn var búinn. Tíminn búinn, þetta var eitthvað klúður, þannig að við náðum ekki að nýta okkur þetta. Og hálfleik stöðuð því 19-16, K.A. Þór í vil. Flottur fyrri hálfleikur að mörgu leyti, en sveiflur í þessu fram og tilbaka. Leitum tímabili að K.A. Þór ætlaði bara að stinga af, svo breyttu Haukarnir hans við varnarlengi sinn og auk þess að Ida Hauberg er frá vegna meiðsla þarna sem hún var fyrir. Og Haukarnir komið með ansi gott álaup en K.A. Þór náði að slíta sig aðeins frá þeim aftur en Haukarnir náðu svo aftur að laga stöðuna niður í 3 mörk sem eru hálfleikstölu 19-16. Sjáum einna markaskorarinn hjá K.A. Þór, Natalia Suárez Baliana með 7 mörk hjá K.A. Þór markaðist á vellinum. Ida Hauberg með 4, þau verða væntanlega ekki fleiri. Ég er ekki með að sjá hann hérna í seinni hálfleik því miður. Rut Jónsdóttir með 4 einnig, þarf 1 úr víti. Júlía Sóley Björnsdóttir 3 mörk á línunni. Og Kristín Aðalur með 1 mark í rammanum varði Matthea Lóns 3 skot og Sif sem kom inn í síðarhlutan var náði að klukka 1 bolta. Já, Haukunum, þar er Ena Kar markaðist með 6 mörk, þar á 2 úr vítum, Elín Klara og Ragnheiður Ragnarsdóttir báðar með 3 mörk, Birta Lind með 2, þá er það Sonja Lind og Natasja Hammer báðar með 1 mark. Í markinu það voru það lengi í gang, það er Margrét og Heiðbjört. En á endanum er Margrét með 4 varða bolta og lítur vel út fyrir síðari að koma svona krafti í lok fyrri hálfleiks. Hérna sjáum við tölfræðina 19-16 K.A. Þór í vil í hálfleik, skotnýtingin 73% K.A. Þór gegn 67%. Bæði lið nýttu öll vítin sín, 1 hjá K.A. Þór, 2 hjá Haukum. Bæði lið skoru mest 4 mörk í röð. 4 þegar K.A. Þór komst í 11-6, Haukarnir minnkuðu svo í 13-11 eftir að K.A. Þór hafði leitt mest með 6 mörkum 13-7. Haukar aldrei yfir K.A. Þór yfir í 27 mínútur og 43 sekúndur. Tapafátt 4 hjá K.A. Þór, 7 hjá Haukum. Lengsta markaður mjög svipuð en það var þetta svona hálfgerð sveifla fram og tilbaka. En kíkjum hérna östutt á að ekki ennþá við mark úr hröðu upplöpi, með svona hreinu hröðu upplöpi. K.A. Þór með 3 mörk manni fleiri, Haukar 1 manni færri, eru Haukar með 3 mörk og K.A. Þór 1. Og það var mark komið með aukumann í sókninni. Haukarnir ekki að bregða þar áðar með aukumann í sókninni þegar það eru manni færri. Kíkjum östutt á tímalínuna. Árum tókum við smá pásu hér í hálfleik. Sjáum hérna K.A. Þór nær fórustunni og Haukarnir jöfnuðu jafnharðan í 1-1 og 2-2 en síðan þá hefur K.A. Þór verið skrefi framar og leiða 19-16 í hliðinu. En við tökum okkur smá pásu í hálfleik og komum svo fersk inn í seinni hálfleikinn. Sjáumst á!
Já, þá erum við að vera klári í síðari hálfleikinn. KA Þór byrja með boltan, eru 19-16 yfir en eru manni færri í ég verða mínútu í viðbót spila með aukamennsókninni, þannig að það er að byrja með 6. Mér finnst Hildur Lilja Jónsdóttir koma inn í hægra hornið. Þannig að þá væntanlega höldu bara Önnu Þyri á línunni. En Ida Hauberg er mætt aftur. Þetta hefur kannski verið ekki brot eins og ég svona las í. Þetta hefur vonandi verið bara vont högg og hún getur haldið leika áfram. Sjáum hvað setur Ida. Keyrir á þetta. Ekki lengi að taka skotið en Margrét er komin í gangi grammanum. En Ida stelur boltanum hérna og skorar! Já, frábærlega gert hjá henni. Varið bolti frá henni fyrst en þá bara stelur hún boltan aftur og skorar. Hennar 5. mark í leiknum, Ida Hauberg. Virkilega flott að fá hann aftur inn hjá okkur. Þessi ekki bara öflug í sóttinni, líka virkilega góð í vörn og hérna eru vantanlega 2 mínútur. Frábælega geta Elinu Klöru fyrir gegn og skorar 17. mark Hauka og 2 mínúta brottvísun á Idu Hauberg. Elín Klara heldur áfram að gera okkur lífið leitt. Virkilega skemmtilegur leikmaður hún Elín Klara. En KA Þór var ekki lengi með fullskipað lið. Aftur manni farið núna og Rut af Harðfylgin er að bjarga þessi bolta, setur þetta tilbaka á Lydiu, Lydia brottið á henni. Hildur Lilja kemur það aftur í hornið. Hildur Lilja með ábyrgð á sér, hún þarf að skipta. Svantali í hendina, lítil ógn í þessu gangi núna. Rut inn á línuna og Anna Þyri í gegn og það dæmir ekkert og ætlaði fyrst að dæma Haukarnir ættu innkastið, það var hins vegar ekki rétt. KA Þór fær nýja sókn, náðu þetta skotið á markið. Vilhelm Gauti ætlaði að dæma Haukum innkastið, sá að sér að hann eiga það. Gerir það vel. Nei, hérna gerir Rut Jónsdóttir hlutina algjörlega upp á 10. Rut prjóna sig í gegn og skorar af Harðfylgi. Kemur KA Þór 21-17 og við náum skiptingunni þannig að Mattea Lónats er komin aftur í ramman. Elín á Natössu og Rauðningur þarna hikaði þarna aðeins og það er bara dýrt inn að þarna var í yfirtölu og ætlaði ekki að stöða boltann í hornið en þessi hikaði og endaði á vörninni og lítið annað að gera hann að dæma Rauðning þarna. KA Þór að fá fullskipað lið. Kemur Rut tilbaka á Lydiu, Lydia á Natalíu og Natalia tóð sig hægra megin, það stoppar hann ekki neitt, þrumar þess að markið, hennar 8. mark í leiknum, hún er að leika laus hala. Og hérna frábær vörn hjá Önnu Þyri, stoppar þarna Tössu. Anna Þyri einhver besti bakvörður í deildinni, ótrúlega magnaður varnarmaður. Þrátt fyrir að sé nú ansi margir leiknum deildarins fyrir nú hærri en hún í loftinu. En hún bætir upp fyrir það með góðum styrk og frábæri staðsetningu. Elín tilbaka hér og opna hornið og loka á þessu og hérna styttir hún sér leið í teignum. Hún Ragnheiður og KA Þór 5 mörkum yfir, kemur á staðsóttinni, Ida tilbaka á Natalíu, Natalia finnur ekki Önnu Þyri sem var að rykkja þarna undir á línunni
og Unnur Ómarsdóttir stelur þessum bolta. Vel gert hjá Unni og unnin bolti. Smá mistök núna. Sjáum við að tapa bolta 5 hjá K.A. Þór, 10 hjá Haukum. Markvar eins og það er orðin mjög svipuð. Það er sem þess að 5 varði boltar hjá Haukum, 4 hjá K.A. Þór. Og hérna er allt galofur Natalíu. Natalía með galið skot. Og hún ver frá henni á Margrét þá. Og hérna missaði boltan. Eða hvað, er þetta fótur að K.A. Þór? Það held ég að þetta myndi dæma skref á Haukana. En hvað er það? Haukarnir halda boltan áfram og Elín Klara heldur áfram að fara í gegn og skora. Nú er Ída á Rut og þá þurfum við að stilla upp aftur. 4 marka munur. Tími stopp hérna. Þetta skemmtilegt kall frá Ragnari Hermannsinni, þjálfara Hauka. Hann biður stelpurnar síðan að hætta bæði dómarunum. Þessi er búin að vera frábærir. Þetta er einfaldlega virkilega gaman að heyra. Maður heyrir ekki oft frá þjálfurunum. En Matthea með varinn bolta hérna en broti vissulega á Elín Klöru. Haukarnir halda boltanum. Áfram svolítið að sveifla í þessu. Haukarnir geta núna minnka muninni 3 mörk. Ekki langt síðan að K.A. Þór gat komið þessu í 6 mörk. Elín Klara hann að hægra meginn, setur hann á tössu. Natasja Hammer með skot sem Matthea hafi varið þetta í stöngina. Boltinn svo fram á Unni Ómarsdóttur og Unnar skorar. Þarna fengum við hraðalaupið sem hafa búin að bíða eftir. Unnur Ómarsdóttir skorar. Kemur þessi 23-18. Laus bolti, tapa bolti enn og aftur á Haukunum. Bolti fram á Unni. Unnur Ómarsdóttir. Aftur skorar hún. 2 hraðalaupsmörk á nákvæmlega engum tíma. Unnur Ómarsdóttir. Hún var ekki komin á blað hérna rétt á hann. Komið 2 núna. Þetta er gaman að sjá. Unnur frábær hornamaður og það sýnir okkur að enn og aftur núna fljóta refsa og nýta sína sénsa í hraðalaupum líka. 24-18. Kemur Elín Klara. Lendir hérna í Önnu Þyri. Hann langar í löglega stöðun. Elín Klara, hvað kokkar hann upp hér? Setur boltan hérna til hliðar á Sonju. Það er í vandræði núna, höndin uppi. Hörku skot sem að Matthea Lónats ver. Sér hérna við Enu. Og K.A. Þór getur hérna 7 marka fórustu. Broti hér á Ídu Hóibæk. 8 mínútur á klukkunni hér í seinni hálfleik og K.A. Þór er að ná góðum kafla. Við skulum ekki afskrifa Haukana, það er búið að vera söpni fyrir þessu fram og tilbaka. Kemur Ída, það missa boltarinn, Natalía nær honum. Natalía með pláss, Natalía plaffar þessu út við stöng. Skorar hérna sitt 9. mark í leiknum og kemur K.A. Þór í 25-18. 3 mark í röð á K.A. Þór og munurinn 7 mörk og Haukarnir ná ekki hröðu miðjunni og þurfa að stilla upp. Það kemur leysingin hérna frá Birtu og þá galopnast hjarta vardarinn hérna fyrir Sonju. Sonja Lind keyrir hérna á opnununa og skorar sitt annað mark í leiknum. Hitt markið kom úr hægra horninu.
heggur hérna á smá hnút fyrir Haukana, 25-19, þær þurfa meira. Ída með plás fyrir gegn og var aukastið. Það jaðraði vitið en vantaði herslumuninn upp á að hann var komin í gegn hana. Aukastið er bara réttur dómur. Rödd inn á línuna og Anna Þyrí skorar. Enn ein galdra sendingi frá Rödd Jónsdóttur og Anna Þyrí skorar. Kemur svo aftur í 7 mörk. Og svo er Anna Þyrí mætt í vörnina líka og þá tekur Ragnar leikhlé. Já, virkilega gaman að sjá stelpurnar núna síðustu mínúturnar. Ég er búin að koma þessu í 7 mörk og ég er með fókusinn heldur betur í lagi. Kíkjum hérna á markahæstu leikmenn beggja liða. Natalia Suárez Baliana, markahæstu KA Þór með 9 mörk. Ída Hóberg og Rödd Arnfríður Jónsdóttir með 5 mörk KA Þór, Júlia Sóley 3. Já, Haukunum er Ena Kar markahæst með 6 mörk, Elín Klara 5 og svo því hafa verið potturinn að pannan í sóttanleik Haukana og Ragnarsdóttir er svo með 3 mörk. Sjáum hérna markvörsluna, Mattea Lónans kom með 5 varðabolta í marki KA Þórs. Sif varði 1 bolta meðan hún var hérna í síðari hluta fyrri hálfleiks hjá Haukum. Margrét Einarsdóttir kom með 6 varðabolta og Heiðbjört náði ekki að klukka bolta hérna í fyrri hálfleiknum. Þessi Margrét var lengi í gang en hún er búin að vera flott núna síðari hluta fyrri hálfleiks og svo núna upphæði seinni og er með jafn marga varðabolta. Og KA Þór í heildina. Sjáum þetta síðustu 5 mínúturnar, KA Þór með 4 mörk, Haukarnir 2. Haukarnir eru að lenda aðeins eftir núna. Spurning hvort að Ragnar hafi náð að koma með einhverja töfralausnir eins og komið í fyrri hálfleik. Fór þær í 4-2 vörn og riðluðu sóknarleik KA Þórs í kjölfarið. Hvað gerir hann núna? Elín Klara hins vegar. Fín á vörn þarna gegn Söru Odden og hér er Mattea Lóns að verja frá Sonju, boltinn fram, Kristín Aðalheiður í gegn og skorar. Hraðalegu rignir inn núna. Og Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir skorar. Gott mark úr hraðalöpi. Og Elín upp á Sonju, fín, Elín klar keyrir á þetta en það var bara engin opnun, hún lendiði bara hálfpartinn á vegg þarna, þess betur var engum meint af og Haukar halda áfram hér. Elín á Sonju, þetta er ruðningur, já. Það er minnst að vera að reyna að kreista fram einhverjar opnanir af vörninni sem er ekki til staðar. Og þetta var einfallega ruðningur. 27-19 hér fyrir KA Þór. Geta náðu 9 marka fórustu. Sjáum hérna tapaða bolta, 5 hjá KA Þór, 12 hjá Haukum. Munar minna. Ída Hóberg. Sittur hann á Natalia. Natalia reynir að snúa. Var þetta ekki snúin í stöðu. Frákast er hjá Kristínu Aðalheiður. Það var allar hjá Haukum farnar og Kristín skorar. Hvað er að gerast hjá Haukum? Þetta á ekki að sjást og Ragnar er ekki sáttur. Skiljanlega voru allar farnar fram og Kristín Aðalheiður hafði allan daginn til þess að taka frákastið og skora. Staðan skyndilega, KA Þór 28, Haukar 19. Þær eru að lenda hérna í vandræðum í K-milinu. Og Natalia brýtur hérna á Enu. Hvað hér?
tveggja vinna brottvísun á Natalíu, ítti þetta hressilega aftan á Ragnheiði Sveinsdóttur og tveggja vinna brottvísun. Haukar þá með nýja sókn, manni fleiri. Opnaði með horni, þetta er vel gert og setur hann yfir Matteu og Rakel Oddný, hennar fyrsta mark í leiknum. Já, hefur virkað vel hjá gestunum í hornunum að setja boltan bara upp í fjær. Káa Þór aukamann í sókninni, boltinn hérna á Rut losar hann á Önnu Þyri, Anna Þyri hins vegar tekið föstum tökum og það er fríkastið. Ída upp og þessi bolti, nei, Margrét næra að verja hann, fór ekki inn. Þannig að Haukarnir koma hérna hratt á í yfirtölunni, fín innleysing á móti bolta þarna frá Ragnheiði Ragnarsdóttur sem hún skorar svo á línunni. Já, 2 mörk í raunina á Haukunum í yfirtölunni. Vel tímasett innleysing hérna hjá Ragnheiði. Rut klippir þetta fyrir Ídu, Ída á Lydiu, en aðja, fyrir mikið alveg opnur núna. Höndin uppi, það skiptir náttúrulega Hildur út og fáum Matteu í ramman. Stillir fyrir Ídu, Ída Hauberg, en hún setur hann eins og yfir. Kemur Elín Klara, setur hann hérna bara til hliðar á innu og allt galop í horninu. Og hvað gerist hér? Þetta var stórfurðulegt frétta. Allur ryþmi hérna úr hraðhlaupinu að teignum. En hún fer að enga sig í gegn þetta úrvalsfæri. Hún setur boltan í stöngina út. Og Káa Þór nær frákastinu. Já, hérna þeir eru alltaf fengið víti og hún hefur bara keyrt að fullu gasi hérna. En Káa Þór með boltan, 28-21, korter eftir að þessu. Rut inn á línu, frábær varnarleikur. Fljótar að stoppa og loka á Önnu Þyri. Og Káa Þór þarf að stilla aftur upp. Komið smá hik á sóknarleiki núna. Kemur Ída Hauberg með þetta mögnuðu hreyfingu. Skorar og hvað gerist núna? Hún hefur fengið högg á nefið. Nýbúin að fá þetta högg á andlitið þarna sem að hún er ekki þægilegt og það er nú ofta ekki mikið til þegar nefið er nú þegar veikt en engin brottvísun. Vilja bara halda leik áfram. Já, alltaf á að vera 2 mínútur ef þú ferð í andlitið á leikmanni og ég skil nú alveg að hún sé nú kannski aðeins óánægð hún Ída að fá hérna högg á nefið sem er veikt fyrir eftir hörku högg í fyrirháleik en áfram með smjörið. Fín varnarleikur hérna hjá Önnu Þyri. Reyna átt að línuna, gengur ekki, boltinn laus, fótur hér á Elínu Klöru, náðu ekki valda bolta og í kjölfarið dæmdur fótur á hana. Þetta gæti orðið dýrt fyrir Hauka. Þær þurfa ansi mikið að ganga upp hjá Hauku núna. Kemur Rut að opnast fyrir hana en frábær markvarsla hjá Margrét í rammanum. Margrét Einarsdóttir er komið með einhverja 9 varða bolta en það þarf meira til. Káa Þór heldur boltanum.
Natalia upp, þetta eins og var ekki klókt að boltinn víðsfjarri og Anna Þyrí með ennina löglegu stöðunina stoppar hérna Enu minna séð af Enu hér í síðari hálfleiknum. Já, ekki enn komin á blað í síðari hálfleik. Hörku skot hins var í stöngina frá Söru Odden og Haukar eru núna í markaþurrð og það bara má ekki gerast hjá þeim á þessum tímapunkti. Það var þó 8 mörkum yfir 12 mínútur rétt rúmar eftir að þessu. Natalia reynir að klippa fyrir öðina allt og lengja þessu og boltinn dæmdur á okkur. Nei, þessu er ég einfallega ekki sammála. Það með 2 mínútur á röð. Það héldu báðar boltan og boltinn einfallega dettur þegar það báðar sleppa boltanum. Og sýnst með þess að Ragnar þjálfari Hauka vera bara sammála röð þarna. Þetta sé nú bara slys og þetta að verða með að lesa í leikinn og Viljar verið nú fyrirvændi leikmaður og hann hefði verið vantarlega ekki sáttur ef hann hefði sjálfur fengið þessa brottvísun á sig. En hvað það? Haukarnir halda áfram. Þetta er virkilega vel spilað, galopna hornið og Ragnarsdóttir fíblar Mattheu í rammanum og skora svo næstöngina. Virkilega vel spilað hjá þeim. Nýtti utrúlega vel, fengu hérna úrvals hornafæri. Og Haukarnir minnka þetta hérna niður í 7, eru manni fleiri. Þau veist að vinna tíma að vinna með okkur. Anna Marí trýttar hérna inn á miðjuna. Anna Marí stoppuð hérna, fín vörn á Ragnheiði Sveinsdóttur. Ég segi Ragnheiði ætla bara að hafa 2 mínútur en hefur hangið inn á frá 20. mínútu þegar setjum brottvísunin kom. Höndin uppi og kemur Natalia með skot framhjá. Þau þurfa að fá aðeins betra skotfæri. Boltinn hérna fram, úrvalsfæri fyrir hana Ragnheiði Ragnarsdóttur. Skorar hérna úr hraðalöpi. Gott að þetta ekki fyrsta markið úr hraðalöpi hjá Haukunum. Jú. Þá tekur Andri Snær leikhlé. 6 marka munur. K.A. Þór komið í 4 mínútna markaþurrð. Það er ennþá nóg eftir að þessu. Þurfum að vinna Rut Jónsdóttur aftur inn. 30 sekúndur eftir af brottvísuninni. En umfram allt erum við líka að halda áfram að sækja sóknarlega. Við erum að bitið svolítið dottið niður í sóknarleitum með okkur. Og ég segi Haukarnir hafa sýnt það alveg vel í þessum leik að þær eru klárar í að koma sér aftur inn í þetta. Jæja, spurningu Andri Snær hefur sett upp. K.A. Þór ætla með aukamann í sóttinni. Reynir vantilega að spila út brottvísunina. Það er bara 30 sekúndur sem eru eftir af henni. Að sækja 1-2 fríköst og þá er Rut komin inn. Já, hérna þarf að vera einhver ógnun í þessu. Við ætlum að reyna að spila út. Anna Marí, brottið á henni. Og þá fáum við Mattheu í ramman, fullskipa lið hjá okkur núna. Hildur í hægri skiptunni. Þetta missum við boltan. Anna Marí missir hann hérna og vel stólið hjá Ragnheiði Ragnarsdóttur. Tímum áfram að Söru Odden, Sara Odden, brottið á henni. Jájá, alveg klárt mál, brottið á henni.
Og Haukarnir sleppa þarna með skrekkin. Fimm mínúta markatölu KA Þór núna. Ná Haukarnir að minnka þetta enn frekar. Inna. Keyrir á þetta með skot, brotið á henni. Enn og aftur löglega stöðum hjá Önnu Þyrí. Anna Þyrí eins og segi algjörlega stórkostleg í bakverðinum. Það er að taka þetta réttum stað. Hvað nú? Óluleg skipting á KA Þór vantarlega. Sýndi staðið mitt, óluleg skipting á KA Þór. Þetta gefur Haukum aftur tækifæri. Það eru ennþá 9 mínútur eftir af þessu leik og Haukarnir með bolta, manni fleiri. Þetta er ekki búið. Þetta er svo sannarlega ekki búið. Sara Odden niður í hornið en ná ekki alveg að klára þetta. Og þetta fín ógnun þarna frá Natasju Hammer en búið að flauta uppkastið. Fín vörn hjá stelpunum, þetta er manni færri. Sara Odden með hörku skot stöngin inn. Og Haukarnir minkið í 29-24. Æja, sjáum hvað stelpunum ná að gera núna. Gott að Rut er komin aftur inn náttúrulega. Lydia tilbaka á Rut á miðunni og brotið á henni. Já, var þetta aðeins að missa valdabolta, klókt hérna að stoppa bara að fá fríkasti. Aðeins að ná að skafa af klukkunni. Bolti stólinn hérna af Lydiu og Sara Odden er að skora hér yfir allan völlinn. Minkar þetta í 4 mörk. 30 sekúndur eftir að brottvísuninni. Andri Snær mundar spjaldið. Báðir þjálfarar eiga eftir leikhlé. Við þurfum að vera beinskeyttari núna í okkar aðgerðum. Það er okkar sóknaraðgerðum. Rut keyrir á þetta, losar hann á Natalíu. Natalíu er í hornið og Kristín Aðalheiður skorar á nærstöngina. Virkilega gott flæða bolta og fengum þetta fínt fyrir horninu. Haukarnir er svo fljótir að refsa og hún klárar þetta virkilega vel. Ragnheiður Ragnarsdóttir, hún er að skora sitt 7. mark í leiknum. Hún að vera mjög samfærandi og örugg í sínum aðgerðum og minkar þetta strax aftur í 4 mörk. 30-26. Íta á miðunni hér. Fín hreyfing hjá henni en frábær vörn hjá Ragnheiði Sveinsdóttur. Rut inn á Lydiu. Lydia með skotið að miðjunni en það er framhjá. Haukarnir, það er að þokast nær og nær hérna. 6 mínútur eftir að þessu. Sara Odden með skotið að gólfinu. Mattel! Nats! Vá! Hún var ekki bara mætt, hún greip hann. Þetta man ég ekki eftir að sé að Sara Odden lendi því að þessi gripi frá henni. Mattea Lónats, vá, þetta kom líka á mikilvægan tímapunkti. Og KA Þór reynir aftur að ná 5 marka fórstu, boltinn inn í hornið. Hildur Lilja Jónsdóttir, varir frá henni, frákasti. Já, Önnu Þyrí sem að skorar. Anna Þyrí Halldórsdóttir. Þetta aftur mikilvægt moment hjá KA Þór. 31-26, 5 mínútur rétt rúmar eftir og núna eru Haukarnir komnar aftur
í ansi strembna stöðu. Natasja niður á línuna. Aja, brotið á Ragnheiði, það er ekki nokkuð spurning. Gleymum því ekki, þetta eru 2 risastig sem er í boði. Liðin jöfna stigum fyrir leikinn. Sara á inna, brotið á henni, já. Tíminn stopp hérna. Haukarnir þurfa mark og það helst fljótt. Næja. En að reyna að opna línuna. Fá fríkastið. Væntanlega stutt í höndina. Já, höndin uppi. Sara Otta með skot í stöngina. Frákastið á Ragnheiði. Fær fríkastið. Það er fótur á Kristínu. Allt of löng sókn hjá Haukum og enda svo í því að kemur skot frá Natasju Hammer. Hátt yfir. Og K.A. Þór er núna í lykilstöðu á að klára hennar leik. Eins og ég segi, þetta er skólabókardæmi 4 stiga leik. Liðin í 5. og 7. sæti fyrir leikinn með 10 stig og K.A. Þór í afburðastöðu að klára þetta. Boltinn hérna frá Ídu í slána og út. K.A. Þór á þessa auki. Leik til góða. Á tekur Ragnar leikli fyrir Hauka. Ég held bara að þetta sé aðeins og seint, þannig að þetta heldur taka leiklið áðan. Sérstaklega þegar öllu vandræðin sem voru á sóknin leiktum áðan og mikill tími til spillis í síðustu sókn. En hvað það? Ég ætla aldrei að segja aldrei. Þetta er ennþá alveg möguleiki þó að ég ætla ekki að segja að hann sé mikill. Sjáum þetta markaðustu leikmenn, Natalja áfram markaðustu K.A. Þór með 9 mörk. Ída 6, já Haukum er Ragnheiður Ragnarsdóttir orðið markaðust með 7 mörk. Ena Kar sem var markaðust með 6 í hálfleik, ekki enn komist á blað í síðari hálfleik. Og það munar minna. Haukarnir í erfiðri stöðu núna 5 mörkum undir og tæplega 3,5 mínútur eftir. Voru jöfnstaðar núna síðustu 5 mínúturnar, 2-2. Þá er sóknin fyrir aftur á stað. Það þurfa að vera beinskeyttari, verður að fá keyra aðeins upp hraðan núna. Nema séu bara að pæla í innbyrðis tölum. Enna, nei, niður í horni, það er engin opnum þar. Slakur bolti að Natasja nær honum. Og þetta er reyndar ótrúlega vel gert. Sara Otta er komin í hornið, grípur hann í loftinu ansi aftarlega nær að smyrja hann uppi í fjær. Og minnkar 31-27. Jæja, þessi sókn virtist stefna í vandræði. Ída á Rutt. Rutt tilbaka á Ídu, jæja. Frábær yfirvartarfinta hjá Ídu og brotið á henni. Það er þetta komin í nákvæmlega ekkert jafnvægi. Ída niður á línuna á Hildi Lilju. Þetta er lína á hann, hann var að leysa þetta inn úr horninu. Og Haukar koma hér hratt á þetta. Sara Otta niður í hornið og hittir ekki markið. Rakel Oddný í virkilega fínu hornafæri en hittir ekki markið. Og þarna held ég þetta að endanlega farið frá Haukunum. Sjáu það, þær koma ekki maður á mann, þær eru ennþá að spila aftur á línu.
Þannig að K.A. Þór færum vantarlega að spila svolítið og skafa tímanum. Rut losar hann á Ídu, Ída skorar, Ída Hauberg, hún er að gera 32. mark K.A. Þór. Hennar 7. mark í leiknum. Já. Þá er það orðið endalega klárt. 2 risastig í hús hjá K.A. Þór. Og stelpurnar geta verið ansi ánægðar með dagsverkið í dag. Vissulega voru smá kaflar sem að duttu aðeins úr rytma, en í heildina mjög flottur leikur og Haukarnir hafa verið að fylgja eða elta allan leikinn. Þetta er eins og mjög vel gert hjá henni Tösju. Kemur sér í gegn og skorar hér sitt annað mark í leiknum, oft sem meira til hennar heldur en í dag. En minnkar þetta hér í 4 mörk. Bara spurning hversu stór sigurinn verður. Lydia á Hildi Lilju. Hildur á Rut og Rut er að finna línuna, gengur ekki að vinna boltan hérna. Hraðalöp hjá Ragni Ragnarsdóttur sem að lætur verja frá sér og K.A. Þór nær frákastinu, 5 sekúndur eftir. Ída Hauberg, en frábær hávörn þá Söru Odden grípur boltan, það skiptir ekki máli. K.A. Þór vinnur 32-28 sigur. Virkilega mikilvæg 2 stig í hús í algjöra skólabókardómi 4 stiga leik. Stelpurnar geta verið virkilega ánægðar með frammistöðuna í dag og fagna þessu eðlilega mjög vel. Við minnum á að beint á eftir núna klukkan 8 er risa leikur karlamegin. K.A. á móti Aftureldingu í 8. úrslit bikarkeppninnar. Bikarúrslit helgin í húfi hjá liðunum, þar vilja öll lið vera. K.A. fór í úrslitaleikin í fyrra og skapaðist stórkostleg K.A. stemming í kringum það og hvet ykkur öll eindreið ef þið getið að mæta henni í K.A. á karlaleikin líka. Annars er hann í beinni á RÚV 2 en fáum hérna sigur hringinn hjá stelpunum áður en við kíkjum östuð á tölfræðina. Já, 2 heldur betur falleg heimastig í hús eins og Kristín er að segja. Virkilega flott frammistaða hjá stelpunum og 2 sanngjörn stig í hús. Kíkjum á tölfræðina. Natalia Suárez markaðistur K.A. Þór með 9 mörk, Ída Hauberg með 7 og Rut með 5. Svo var Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir með 4 mörk. Klikka ekki skoti, Kristín vel gert hjá henni. Júlía Sóley 3 á línunni, Anna 2, Unnur Ómarsdóttir 2 mörk bæði úr hraðalöpum og svo er Matea Lónats með 8 varða bolta og Sif klukkaði 1 hana í byrjun, undir lok síðari hálfleiks. Sjáum hjá Haukunum, Ragnheiður Ragnarsdóttir markast með 7 mörk og Erna Kar með 6 mörk, Elín Klara með 5, Sara Marie með 3 og Sonja Natasja og Birta alla með 2 mörk. Svo var Rakel með 1 mark. Í markinu var þessu Margrét Einarsdóttir 10 varinn skot. Þessu þá tölfræðina. K.A. Þór 32-28 sigur, frábært hjá stelpunum. 62% skotin hjá K.A. Þór, 61% hjá Haukum. Öll lítið nýtt í leiknum, voru öll í fyrrháleik og rétt eins og í fyrrháleik var lengsta markarunan 4 mörk hjá báðum liðum. K.A. Þór leitið mest með 9 mörkustöðum 28-19. Haukarnir komu
aðeins tilbaka eins og svo oft árið leittum en það var ekki nóg. Sjáum að KA Þór leiddi allan leikinn rauninni 57 mínútur 43 sekúndur í fórustu. Haukar aldrei. Tapaboltar 11 á KA Þór, 13 á Haukunum. KA Þór enda með 6 brottvísanir, Haukarnir 3. Komið allar í fyrirháleik. Sjáum hérna KA Þór skora 3 mörk úr hraðalöfum, Haukar 1. Allt mörk úr í síðari hálfleik. Og Manni Freyri skora Haukarnir 8 mörk gegn 3. Og Manni Freyri skora KA Þór 4 mörk gegn 3. En já, kíkjum ástuð á tímalínuna. Árum fyrir að setja gott hérna. Sjáum hálfstöru 19-16 KA Þór í vil og þetta var rauninni aldrei neitt sérstök spurning í síðari hálfleik og munurinn mestur hérna 9 mörk. Já, annars þá minni ég eftir á að leikur KA og Aftureldingar í bikarnum karlamegin er klukkan 8 á RÚV 2 ef þið komist ekki í KA-melið en við þurfum undirlega á eitthvað stuðning að halda. En annars þá þakka ég kærlega fyrir árið. Ágúst Stefánsson heiti ég og mér til aðstoðar var Stefán Jóhannsson. Þakka við aftur kærlega fyrir árið. Við sjáumst fersk. Bless, bless!